Já, komið sæl. Synir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem og öðrum. Hér á eftir kemur til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ný nestuð úr flokksráðsfundi sem var haldið núna helgina. En núna komin til mín formaður Framsóknarflokksins, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður VR Halla Gunnarsdóttir og formaður Samtaka iðnaðarins, Þorsteinn Víglundsson. Formannapartí. Það er formannapartí, já. Já, það er aldrei sko. Það er nú líka fórstjóri BM Vallar, eða ekki? Jú, eða eignarhaldsfélagsins Hotstein sem á síðan þá BM Vallar og Björgun Sement sem eru tvö dótturfélag. Það er nú kannski eðlilegt að ruglaði saman í þetta. Já, það ég er nú alin upp hjá BM Vallar, má ég alveg segja. Ég held lært að vinna þær 13 ára gamall. Í ykkur barnaþrælkun. Já, þú sagðir einhvers staðar að laun væri of há og leiðu ég las þetta þá sem mér venjulegi launamar, hann ræður einhver það hann tekur bara laun samkvæmt kjarasamningi þannig að ef launaskrið þá það ykkur að kenna sem borgir launin og okkur vinnuveitendum já Jú, vafalítið má heimfæra eitthvað af þeirra ábyrgð yfir á segja þá það ætti þá að heita ykkur lausatök ef svo væri en auðvitað sjáum við alveg að bæði hér og á Norðurlöndum sem við berum okkur gætna saman í vinnumarkaðslíkunum, þetta svona áþekk vinnumarkaðsmódel, ef það mætti orða það þannig, þá þetta launaskrið, það alltaf hækkanir umfram kjarasamninga, hlutið náttúrulega bara innbyggður í kjarasamningana, það réttinda ávinnsla tengd aldri eða menntun, færni, einhverjum slíkum þáttum sem að fólk eðlilega að taka launahækkanir samkvæmt, en síðan einhvers konar markaðs þrýstingur á laun öllum stundum þegar mjög lágt atvinnuleysi þá hafa laun til einhver til þess að vera að hækka umfram kjarasamningshækkanir. Ég eiginlega vissu það að það fólk sem vinnur næst hér, það ekki á launataxta sem að halla yfir samið Nei, ég get þetta alveg sagt með bara stolti að heilt yfir er fólk vel launað hjá okkur og bara það eru mjög góða tekjur og það gleymist oft í umræðu kjarasamningana sjálfa að blessunulega eru lægstu taxtarnir bara einhvers konar byrjunar taktur á vinnumarkaði og tölur sín okkur að ég held að síðast ég skoðaði innan við 5% laun þegar eru að taka laun á þeim berstrípuðu tökstum og staldara sem betur fer flest stutt við þar. Þetta eru oft samsett laun, ég þekki það bara ágætlega í okkar rekstri, þar eru kannski einhverjum grunntakstar til viðmiðunar en síðan koma fastar álagsgreiðslur þar ofan á afkastatengingar margt og auðvitað síðan yfir og annað þess sem á endanum skapar mun hærri tekjur heldur en að takstarnir sjálfur segja til og sem bara gott, þegar ég segi laun eru há eða þá kannski segi ég frekar þau hafa hækkað meira heldur en efni stóðu til og þar tengi ég bara við þróun sem við sjáum á hinum Norðurlöndunum að ég held að það nú verið kynnt í þjóðarsáði nýlega bara eitt slíkur samanburður þar sem að sænsk laun hafa hækkað að jafna 2% á ári frá 95 að telja meðan að við vorum í einhverjum 6 liðlega. Það kjarasamningshækkanir síðan voru þessi 2% og heildarhækkunin kannski 3 og við vorum í einhverjum 5-6% í umsömdum hækkunum og 6-7 í heildar. Ég held að við eigum að geta lært af hinn Norðurlöndunum að þetta tvennt helst í hendur og svo við getum reyfist endalaust það hvort að launin sé alltaf verðlagið eða verðlagið launin en ég held að það sé bara hringur sem að við erum föst inn í hvort sem á undan kemur og við sjáum að þetta verið ganga vel upp í nágrannalöndum okkar að taka lægri hækkanir en njóta sambærilegra kaupmáttar aukningar og við erum að njóta en við miklu lægra vaxta og verðbólgustig og það þetta kannski það sem ætti að vera sameiginlegt keppikefli okkar. Þetta er ekki umræðan að það að vera að reyna að stuða á launafólki, alls ekki. Það að vera keppikefli okkar alla að hér séu góð lífskjör og kaupmáttaraukning sé sterk og jöfn en það bara spurning hvernig við náð sambærilegum árangri við lægri verðbólgu og vexti. Halla, hefur þú minnst hugmyndið það hvað stór hluta þínu félagsfólki tekur laun umfram kjarasamninga? Já, við erum með svona kannski 20% sem vinn eftir tökstum og svo erum við með kringum 80% sem eru svo kölluð markaðslaunum
Það þýðir ekkit alltaf há laun, það geta líka þýtt, við lendum oft í vandræðum með fastlaunasamninga, þar sem að fólk sett á fastlun og svo ætlast til þess að það vinni alveg látlust fyrir það. Þannig, en auðvitað við viljum auðvitað að taxtarnir sem við semjum séu í einhverju flútti við markaðslaun. Því annars ef það verður mikið bil þarna á milli, að það getur skapað svo mikla hættu bara á ójöfnuði og öðru slíku sko. Og svona sumir séu skildir eftir og aðrir fá að fljúga áfram sko. Þannig að við viljum að þessi grunnur sé sterkur og hann á að duga. Þú veist, hann á að vera nógu góður. Það alveg lykilatriði. Sem ekki. Nei, hann ekki nógu góður. Ég, ef að þið bara kíkið á taxta fyrir að vinna í verslun eða á skrifstofu, grunntaxtar þar eru lágir og bara mjög lágir og ekkit öll þau störf eru með mikið færi á eftirvinnu eða öðru slíku, þannig að það getur bara verið mjög erfitt að lifa af þessum tekjum sko. Og það alveg, veist, ef ég tek til dæmis verslununa sérstaklega sem dæmi, eitt náttúrulega bara þessi stórmarkaðir og sem að keyra sig mikið á svona fólki sem vinnur fast á daginn og svo á hlutavinnu fólki sem kemur seinnipartinn og kannski ungu fólki. En ef þú ferði í verslun sko, þá viltu þetta geta spurt út í vörurnar sem þar eru sko, og þú vilt hafa ákveðna sérhæfingu. Og og ég held að við getum tapað mjög miklu ef að við látum þessi störf bara einhvern veginn reka á reiðanum og látum eins og okkur sé alveg sama þau, því að þetta eru mjög dýrmætt störf. En ég ætla að segja bara með sko launaskriðið að ein leið til þess að líta á þær tölur sem við fáum launaskrið að segja að við höfum bara ekki við höfum ekki samið á háar hækkanir. Það hafi verið mikið svigrúm til launahækkana umfram það sem samið var í kjarasamningum. Þannig að þetta og það alveg rétt að það rétt að þræta það hvað elti hvað, en við auðvitað og okkar gögn bara sýna það að við erum alltaf að reyna að elta verðlag og við erum alltaf að reyna að halda í við, ekki bara verðlag, heldur líka náttúrulega vexti og gjaldskrár og annað slíkt. Og það gott að líta til Norðurlandana og sækja sér samanburð, en hann þarf að vera mjög heildstæður. Það atvinnuleysi til dæmis hærri en hér. Þannig að það eru líka dýrmætir og góður hlutir á íslensku vinnumarkaði sem að við þurfum að halda í. Hagfræðingur úr Seðlabankanum, fyrirverandi hagfræðingur úr Seðlabankans. Þetta vandamál að þessi yfirborguðu launataxtar? Ég tel að það sem skorti upp á núna bara öguð hagstjórn. Og ef ég kannski má aðeins fara smá í fortíðina og nútíð og svo aðeins smá framtíð, að þá blasir það auðvitað við að aðilar að síðustu kjarasamningum og sér í lagi hið opinbera að þau stóðu sér ekki í stykkinu. Það ekki hægt að ætlast til þess að eins og til að mynda veitur og ríkisstjórnin að vera að hækka gjöld verulega og það fer inn í vísitölu neysluverðs. Og þegar þú ert ekki búin að ná verðbólgunni niður í 2,5%, þá þarf bara að vera heræja á þessu öllu saman. Og ég ætla að nefna, það var alveg ljóst og við vissum það sem miðjuflokkur og flokkur heimilana að við áttum mjög erfitt uppdráttar að fara inn í næstu kosningar nema að það væri búið að ná niður verðbólgu. Og við förum sem ríkisstjórn bara í mikla vinnu við það að leita eftir samvinnu og samráði við alla lykil hagaðila. Eitt af því sem síðasta ríkisstjórn gerði var að laun æðstu embættismanna hafa sett sérstök lög 23, að þau myndi ekki hækka meir en 2,5%. Af hverju gerðum við það? Jú, við vorum að senda verkalýðshreyfingunni, samtökum atvinnulífsins og öllum skýr skilaboð að þetta væri verkefni okkar númer 1. En var þetta bara svona einskiptis eða þessi lög gildi núna? Þetta var einskiptis. Við héldum þessu svo áfram 24, svo ríkisstjórn. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, hún hækkaði launin 5,7%. Hjá sjálfu sér? Hjá sjálfu sér. Þetta ég reyndar ekki sanngjarnt að orða þetta svona, ég ætla að endur orða þetta. Þetta reiknustærð eins og hún var hjá okkur og reiknaða stærðin var 5,7%.
og hún var hærri hjá okkur, ég held að hún hafi verið 7. Ástæðan fyrir því við fórum í þetta að við vissum að við vorum að fara inn í langtíma kjarasamninga og það skipti sköpum að ná verðbólgunni niður. Og sérstaklega vegna sem við vitum að það eru venjulega þeir hópar sem eru með lægstu launin sem fara verst úr launaskriði og öðru slíku. Við fórum líka í það að vera með samhenta hagstjórn hjá hinu opinbera með því að tala við sveitarfélögin, ekki tala við þau of seint eins og við erum að gera núna. Heldur við töluðum við þau fyrirfram og sögðum það þýðir ekki að vera hérna með miklar hækkanir. Þetta verður allt að taka mið að verðbólgumarkmiðinu. Og þetta var bara, og ég ætla að hæla... Það gekk þetta eftir. Já, þetta gekk eftir. Þú getur séð töluna, bara, ég get sendt þér hann eftir þáttinn. Þú bara sérð verðbólgu frá hæðstu hæðum. Hún bara fyrir svona niður. Og hún gerði það. En hún gerði það ekki nóg hrætteldi til dæmis fyrir okkar en ég ætla nú ekki að fara út í einhverja pólitíska skýringar hérna. En það sem við gerðum líka var að við fórum í samstarf við ASÍ svo kallega gátt sem fylgdist með verðlagi og gerðu sérstakann samning við ASÍ til þess að sýna það í verki að það skiptir máli að vera á þessari verðbólguvakt, ekki eins og núverandi ríkisstjórn sem hefur hún bara búin að vera sofandi og vaknar núna upp við vondan draum það að verðbólguvæntingar þær eru bara farnar ef þú lítur á álagið og kemur hagfræðingurinn, ef þú lítur á verðbólgu álagið á ríkisskuldabréf, hvort sem það situr 3 ára, 5 ára eða 10 ára, þá það bara ekki eins og við séum að ná þessari verðbólgu niður. Nei. Og þessi ríkisstjórnin verður að gera, hún verður að taka þetta alvarlega. Og ég til hún sé ekki að gera það sko. Já, en hérna þá kemur þetta alvarlega. Það var svolítið rest eitthvað. Halla, þú nú einn af varaforsetum Alþýðusambandsins, en hérna sýnist þér öllu að samningum verði sagt upp, að þeir renni bara sér skeið núna vegna þess að forsendur að standast ekki. Ég sko, það náttúrulega yfirgnæfandi líkur á því að forsendur bresti. Og ég veit eiginlega ekki hvað þurfti að gerast til að svo færi ekki. Og sérstaklega núna þegar að olían bætist ofan á þetta. En þeir eru að bresta sko óháð olíunni og það mikilvægt að fólk skilji það. Við erum með háa verðbólgu óháð þeim áhrifum og ég var alveg til að tala um það eftir þessi áhrif sem eru að fara að dynja á okkur út af bara orkukrísu sem yfirvofandi. En hún á há og það að stofninum til heimatilbúin vandi. Það eru þessar gjaldskrárhækkanir sem að Lilja nefnir. Það eru verðhækkanir fyrirtækja sem hafa verið að auka svona gróða sinn á verðbólgutímum og á tímum sem það áttu ekki að gera það. Það vantar hagstjórn. Og það eru húsnæðismálin. Og sko, ég hefði gaman að því að tala um hagstjórn þegar það kemur að verðlagi. Því að ég held að sko eftirliti er mikilvægt og ASÍ hefur náttúrulega sinnt verðlagseftirliti frá því að þjóðhagsráð var lagt niður og fær fyrir það 30 milljónir króna á ári frá ríkinu sem sama upphæð og það fekk þegar þjóðhagsráð var lagt niður, var það ekki 2005? Og og ég reyndi nú þegar ég var framkvæmdastjóri ASÍ að skrifa ríkisstjórninni og fara fram á sko að þetta myndi fylgja verðlagi. En við vorum að reyna á verðbólgunni. Já, ekki þá. Þetta var Lilju brandari. En eftirlit og aðhald er mikilvægt, en ég held að núna sé að fara að horfa fram á krísu af einhverju algjörlega nýri stærðagráðu þegar kemur þessu olíu og nú verða að ræða í og félag íslenskra bifreiðandi búið að kalla eftir verðlagstakmörkunum og einhvern svona þaki og það verður að ræða þetta í mörgum Evrópuríkjum og þetta held ég sé mjög mikið ágefni. En forsendur brestað, og þú spurður það, þá það hlutverk samningsaðila að koma saman og reyna að finna út úr hvað verður hægt að gera til þess að samningar haldi. Það held ég að verða ekki rosalega auðvelt en það okkar hlutverk og það ábyrgð sem að við munum rísa undir. Við munum gera allt sem við getum. Þá segir þú nú vanur í samningaviðræðum. Jó, eitthvað hef ég komið að þessu gegnum tíðina og svo sem bara haft áhuga á vinnumarkaðsmálum mjög lengi. Eitthvað með annað sem kom með genónum held ég bara sem þá. En held ég fylgst með kæra viðræðum og kæra deilum af einhverjum miklum áhuga frá því ég var unglingur og skrifaði meistaraverkefni með launamyndun á vinnumarkaði og
En sko Þú hefur rætt þetta með einhvern fagaðila. Ég hef oft velt í fyrir mér hvort ég ætti að leita mér aðstoðar. Þetta er furðulegur heimur að sogast inn í. Nei. Þetta er nú kannski það sem ég finnst nú skemmtilegast af því sem ég hef skoðað í kringum þessi vinnumarkaðslíkun heilt yfir áður en við dempum okkur aftur ofan í þunglindið er að þegar við berum saman til Norðurlöndin í heild og þar með talið okkur þar sem að þátttaka í stéttarfélögum er byrjum svona 60-90% launþega sem að sker sig algjörlega úr með við heim okkar. Evrópa liggur á byrjum svona kannski 10-30%. Langhæst hérna. Langhæst hér, við erum 90, Norðurlöndin í kringu 60. En Norðurlöndin eru með svona miðstýrt kjarasamslíkan öll, þar með talin við. Það er samið í stórum fylkingum. Það er mikil umræða efnahagslegt samhengi kjarasamninga allstaðar hér og á hinn Norðurlöndunum. Er ekki Salek? Jú, það var ein birtingarmyndin þjóðarsáttin og sínum tíma var náttúrulega önnur og þetta er verið endurtekin umræða. Ég veit ekki hversu oft orðið þjóðarsátt hefur verið notað síðan að þjóðarsáttin var gerð. Það kemur reglulega. Nei, ef samningu verið sett upp, hvað getið þið bresta? Svo ég klári bjartsýnina áður en að við förum í þunglitið Norðurlöndin eiga það öll sameiginlegt og við þar með talin að við röðum okkur yfirleitt í topp 10 sætin þegar kemur að velferð, hamingju, velsæld, hvað sem mælt er í hagvexti á landsframleiðslu á mann eða einhverjum slíkum þáttum í svona kjarnastyrkleikum heilbrigðiskerfisins. Við tölum gjarnan þetta og alltaf þarf að laga öll kerfi en í grunninn eru kerfin hér á Norðurlöndunum gríðarlega sterk og líka það sem að mér finnst oft gleymast í umræðinu þegar við tölum hvað þurfa að laga hérna. Við erum líka í þessum topp 10 lista oftar en ekki að mælast algjörlega á pari við hinn Norðurlöndin í flestu nema kannski verðlagi eða verðbólgu og vöxtum. Þetta kerfi virkar mjög vel. Ég er eindreginn stuðningsmaður þessa kjarasamningsmódels því að ég horfi bara á þá velsæld sem það hefur skapað í þessum fámennu ríkjum og okkur hefur tekist að blanda saman, getum við sagt svona markashagkerfi í öllum þessum löndum. Það búa öll við mjög opin utanríkisviðskipti og relatíft litlar hömlur á atvinnulífi en gríðarlega sterku velferðarkerfi og getum við sagt svona sterku samráðskerfi milli aðalega vinnumarkaðar og stjórnvalda. Og ég held að við megum ekki gleyma því að þetta kerfi hefur virkað líka fyrir okkur þó að við höfum átt í ýmsum vandræðum og það virkar nú oft best einmitt í ástandi eins og við erum að sigla inn í núna. Það sem er alveg augljóslega það er óveðurský að hrannast upp. Írans stríð ekki að bæta ástand sem þegar var farið að súrna og það er ekkert vandamál að tekna hér upp einhverja hörmungar spá þar sem við getum verið komin hér í 10% af verðbólgu aftur og einhver gengisföll og olíukrísur og annað þess að þar. Ég veit ekki frekar heldur en aðrir hvernig þróunin verður en ég veit allavega að við sem aðilar vinnumarkaðar getum sameiginlega gert mjög margt til þess að koma í veg fyrir allavega verstu sviðsmyndina að dragist upp og þar held ég að sé kannski lykilatriði núna. Við sem ekki að bíða haustsins, það er alveg rétt hjá Höllu. Það lítur ekkit rosalega vel út með þessi forsenduákvæði, það er viðbúið að þau geti fallið og þá bara hvernig nýtum við tíma fram að því til þess að teikna upp hvað getum við gert, hvernig getum við brugðist við þessu ástandu og hvernig getum við komið veg fyrir að atvinnuleysi fari hér úr böndunum, verðbólga fari algjörlega úr böndunum og svo framvegis. Ég held að ég sannfæri það að margt fólk sem er á okkur hlusta núna og horfa að það tekur ekki undir að velferðarkerfi okkar sé eitthvað til fyrirmyndar. Við sjáum bara til dæmis á sjúkrahúsinu og biðlistan þar og biðið á slísadeildinni og víðar er þetta þannig við erum núna að reyna að byggja upp hjúkrunarheimili sem mest við getum. Þannig að er ekki þetta að segja að ég fari með eldri foreldrar veika í gegnum kerfi. Þetta er ekkit, takk ekki allir undir þetta þess. Ég sagði ekki að það væri gallalaust heldur sko. En gallandir eru stórir sko. Já, en á sama skapið má segja
grunnþjónustun sem við fáum, sérstaklega bara þegar við lendum til dæmis í áföllum, ég veit alveg að þjónust okkar gagnvart eldri borgurum mætti vera mun betri og við höfum vanrækt uppbyggingu hjúkrunarheimila. Það gleymist nú oft í að það var svo sem að hluta til markvisst verið að reyna að auka heimaþjónustu á móti og annað þess háttar sem að hefur verið gert og að mörgu hluti mjög góð en það við brugðumst of seint við augljósri fjölgun eldri borgara og við þurfum að ná í skottið á okkur þar. Já, það er alveg augljóst að sjúkrahúsið er að líða mjög mikið fyrir það sem sá viðkomustaður í, ég bara reynt að sjálfur gagvart. Ég held að það sé ekki til svo deild á Landspítalunum sem er ekki með meir en 100% rúmanýtingu sem bara segir okkur hvað. En þetta og verður alltaf viðvarandi viðfangsefni samfélags, hvernig styrkjum við þessar grunnstóður okkar og bætum það sem bæta þarf hverju sinni. En ég bara segja að það má heldur ekki gleyma hinnu að í grunninn eru þetta mjög sterk kerfi. Þau mættu alveg vera betri á mörgum stöðum en svona þessi almennu lífskeiði með kostnaðar litla heilbrigðisþjónustu, nær ókeypis menntun, félagslegur hreyfanleiki okkar sem er lykilatriði í góðum samfélögum er mikill. Þetta eru mikilvægir þættir sem við þurfum að forma framsóknarflokk sem biður orðið. Lilja gjörðu svo vel. Já, ég ætla að taka undir með ykkur báðum. Við erum á fyrsta sæti á lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna, Ísland, og við erum með þjóðatekjur í topp 10 í veröldinni. Það er hins vegar alveg rétt að við þurfum að gera betur, sérstaklega varðandi bráðamóttökuna og varðandi hjúkrunarheimilin og það eru til fjármunir í það og ég ætla bara að fagna því hvernig ríkisstjórnin er að fara í það mál. Það var auðvitað undirbúið á okkar vakt en ég bara fagna því sem er velgert. Og mér finnst ég ætla að hæla henni Ingu fyrir það að hún meiri sér tekur þetta það nærri sér og hún flyttur þetta með sér í barnamálaráðuneytið og ef það er ekki pólitísk nýsköpun þá veit ég ekki hvað. Það breytir því ekki hins vegar þegar ég var að segja hvar við erum stöddvarandi efnahagsmálin að það þarf að fara í aðgerðir núna. Það má ekki bíða fram til haustsins og vera að ræða og eins og forsætisráðherra hún segist, hún kemur og er kosin inn og hún sem er plan. Ég hef enn ekki séð þetta plan en hún ætlar samt að halda sig við planið sem er augljóslega ekki að virka. Og mín ráð til ríkisstjórnarinnar eru þau að í fyrsta lagi að taka upp bara svo kallega verðbólgusíu, að það fer ekkit í gegn aðgerðir hins opinbera eða aðgerðir ríkissjóðs, það sé bara sett stopp á það sem veldur verðbólgu og það var alveg augljóst að þessi vörugjöld og kílómetragjöldin voru að fara að valda verðbólgu og þetta var alveg til umræðu hjá síðustu ríkisstjórn. Ástæðan fyrir því að ég var sjálf mótfallin því vegna þess að ég vissi að við vorum á mjög góðri leið með að ná verðbólgunni niður og þá tekur þau bara ekki svona áhættu að því þú þarft að vera búin að ná verðbólgunni og hún þarf að liggja. Já, og þannig að ég myndi byrja á því að setja á verðbólgusíu og svo að sjálfsögða nálgast verkalýðshreyfinguna í öðru lagi og atvinnulífið og fara bara yfir það núna og búa til sviðsmyndir. Aðrar ríkisstjórnir eru að bregðast við. Ég sá að Spánn var að kynna núna aðgerðir út af olíukrísunni og flestir eru svona hugsa þetta er að fara að hafa verulega áhrif á lífskjör og þá þarftu þetta sérstaklega að skoða þá hópa, hvernig kemur það við. Og í þriðja lagi að þá þarftu þetta að ná almennilegu talsambandi við ekki bara helstu hagaðila, heldur líka að tala svolítið fyrir því á þingi. Nú kem ég inn í svolítið svona sérstaka stöðu, ég er utan þings en ég er formaður stjórnmálaflokks. Ég man ekki eftir því að nokkur ríkisstjórn allavega síðan að ég hef settið á þingi hafi eitt jafn litlu púður í að tala við stjórnarandstöðuna. Ég er þetta fagnaði á fund með forsætisráðherra eftir smá tíma bara til þess að fara yfir stöðuna en það er mjög mikilvægt til þess að ná ákveðni sátt og sérstaklega þegar svona ytri áskoranir eru að koma inn eins og stríðið og annað slíkt að þá er þetta samtal og samvinna, það má ekki vanmetana því alveg eins og kemur fram hér að við erum 90% þátttaka er að stéttarfélögum og það eru mikil tækifæri sem felast í því til þess
að ná utan þann vanda sem blasir við. Þannig að ég hveti ríkisstjórnina til þess að fara í aðgerðir og viðurkenna að það alltaf gott, eins og maður segir hérna, það alltaf mjög gott að viðurkenna vandan. Þeir ætlar að viðurkenna það og til þess að ná utanum hann. Þetta átti að vera smá bjartsýni svona. Það var einn félagi sem ég þekki ágætlega, hann var að skrifa einmitt að hann vildi að salekumræðuna byrjaði aftur. Varst þú ekki byrjið þessu þegar að það var? Nei, en ég náttúrulega hef lifað undir þessari saleikvofu frá því ég kom inn í verkalýðshreyfinguna. Sko, mér finnst það rosalega skrítið að fara hjólinn í þá umræða núna. Þetta er rosalega flókin, margþætt, marglaga umræða og við erum með bráða vanda fyrir framan okkur. Þannig að ef við ætlum að fara að eyða einhvern veginn púðrun í það að við fyrir að rífast hvernig vinnumarkaðslíkun og Norðurlöndunum eru sett upp og hvað passar og hvað ekki, að það fara að vera eitthvað lykilatriði núna, það held ég sé mjög óheppilegt. Það er ekkert launungamál að þetta hefur verið umdeilt innan verkalýðshreyfingarinnar og ég sé ekki að hjá okkar röðum sé að við bara fara að hafa energi og trú sko, til að taka einhverja slíka umræðu. Sko. Er það ekki að ræða einu sinni eitthvað? Ég held bara að það sé önnur brýnni mál akkurat núna. Og bara sjálfsagt að ræða öll líkun og mótel og framtíðina og hvernig við viljum hafa þetta, en í grunninn erum við bara eins og Þorsteinn segir réttilega með bara ágætis system og hlutunum, þá við gengi ágætlega að mjög mörgu leyti. En akkurat núna þá blasir við okkur að verkalýðshreyfingin undirgekkst og launafólk undirgekkst kjarasamninga með launahækkunum undir verðbólgu og tóku mikla áhættu. Í trausti þess að fyrirtæki myndi halda aftur af sér í verðhækkunum og að opinbera myndi halda aftur af sér í gjaldskrárhækkunum. Hvorugt af þessu hefur raungerst. Þess vegna erum við með verðbólgu sem byggir aðalega á innanlands vandamálum en er að fara að rjúka upp út af aðstæðum ytra. En það sem að sko, og ég er alveg sammála því að þú veist, nú er tími samtalsins og reyna að ná saman frekar en að greina okkur að, en það þarf líka að setja smá orku í það að ræða vandamálagreininguna. Af því að það komast stundum svo ótrúlega einfaldar skýringar á verðbólgunni. Niður í þingi, þá er bæði stjórn og stjórnarandstaða verðast bara að tala einhver ríkisútgjöld og fjárlagahalla. Það er ekki fjárlagahalli sem er að valda þessari verðbólgu. Þú veist það, kannski voru ríkisútgjöldin í COVID, það var eitthvað af þeim var aðeins umfram, en auðvitað mjög svona sérstakar aðstæður, þú veist, kannski voru einhver aðgerðir sem heldur lengi, þau geta hafa haft áhrif þar, en verðbólgan sem við erum að glíma við, þetta er mjög fjölþættur vandi og þú veist, við vorum með COVID-faraldurinn, við vorum með aðfangakeðjurnar, við höfum verið með húsnæðismarkað sem hefur algjörlega láðst að ná almennilegri stjórn á og en síðan er alltaf hrópar bara einhver einn segir bara þetta er bara ríkisútgjöld og einhver annar segir þetta er bara launin krafan er þá að draga úr ríkisútgjöldum og lækka laun hver eru það að fara að skila okkur? Það er ekki að fara að minnka röðun á bráðamóttökunni sem mikið getur sett er. Landspítali er búin að stíga fram og segja að það vantar 4-5 milljarða eini bara við getum haldið í horfinu. Veist, og sem er svo ekki merkilegt. Sko. Þetta horfi er ekki merkilegt. Reyndar er alveg framúrskarandi þjónustu á Landspítala en það er rosalega áskorun þar og þetta keyrir auðvitað því að fólk er bara hlaupa og rætt og svona. En þannig að fiksasjónir á eitthvað svona bara út af því maður trúir ideológíst eða langar til þess að trúaði ideológist, ég held að það hjálpa ekki stöðin. Ég held að verðum að reyna, við þurfum að horfa á gögnin sem eru fyrir framan okkur, horfa á hvað þau eru að segja okkur og reyna að takast á við svona veruleikan þaðan. Kemur aðeins í bara sem að þessu eða bara félögin innan aðeins í, eða mun aðeins í, það fara að endur með þetta samninga? Nei, aðeins í endur með þetta ekki samninga heldur félögin, sko. Kjarasamningsumboð liggur hjá félögunum. Þannig að við, þú veist, VAFR endurmetur sinn kjarasamning og ég meina, þú veist, fræðilega séð geti VAFR sagt upp samningi en ekki einhver aðrir skiljið, þú veist, það er svona fræðilega séð. En við auðvitað erum í þéttu samtali á vettvangi ASÍ til þessir alþýðusambandi, þar sem við tölum okkur saman og reynum að ná lendingu og sameiginlegum niðurstöðum. Stundum er ágreiningu þar, oft og iðulega og það er til dæmis sumir sem telja ótímabært að vera að ráðast í eitthvað samtal núna, ég er ekki þar á meðal, ég tel mjög tímabært að fara inn í þessi samtal núna og ég held að við eigum, ef ég á að geta farið í mitt bakland í haust
og sagt og bara vel að merkja það var fyrir náttúrulega stærsta stéttarfélag landsins og langstærsta stéttarfélag ungs fólks á Íslandi. Þannig að þú veist, við erum með fjölskyldufólki sem er búið að svíkja, búið að hækka leikskólagjöldin hjá, skerða þjónustuna, viðhalda allt á háum vöxtum, þau eru í vandræði með að koma sér þekki yfir höfuðið, þú veist, við erum með stóran hluta þessum hópi og ef ég á farið til þeirra og segja, ég veit að þetta er búið að vera svolítið leiðilegt og þið vonuðu fyrir 2 árum að vextinni myndi fara niður og þetta er allt saman ok og þið getur farið út í búð og eina sem Seðlabankinn gerir er að kreista ykkur meira og meðan aðri græða ástandinu, að þá verði ég að hafa eitthvað við þau að segja. Veist, þá þarf maður að geta einhvern veginn þá þarf maður að geta sýnt fram á að hinir aðilarnir sem áttu að axla ábyrgð og hafa ekki gert það nægilega hingað til ætli sér að gera það og við þurfum að sjá það er ekki nóg að segja það. Þú ert að tala um hækkanir og gjalda og vöru það er það sem þetta opinbera hefur gert, það eru þessi vörugjöld sem koma náttúrulega mjög óöpulegum tíma þó ég hafi skilning á þeim og þau þurft lengri innleiðingu og betri tímasetningu. Það eru hækkanirnar hjá Veitum, það sem að það er verið Veitur hækkuðu gjaldskrárnar sínar 3 sinnum árið 2025. Ég veit ekki hvort fólk áttu sig á hvað þetta er á árinu sem að þau áttu ekki að hækka gjaldskrár. Við tókum Reykjavíkurborg sem dæmi og ég vil taka það fram að þetta ávið önnur sveitarfélög líka. Við tókum hana sem dæmi að því að hún er bara stærst og núna áramótin þá fekk venjulegt launafólk 23.750 króna hækkun, svona give or take og ef við tökum par með 1 barn þá er bara borgin að taka 2 mánuði að kjarasamningsbundnum hækkunum til sín. Umfram það, því að þau eru að hækka svo langt umfram verðbólgu. Allar gjaldskrárnar þeirra eru að hækka umfram verðbólgu. Þau ætluðu að hækka leikskólagjöld 10%. Við þurftum að hafa svakalega baráttu til að segja á þessum tíma þess að þau ætluðu að passa barnafólk, þá gerið þið þetta ekki. Við mistum Fjarðabyggð í slíkar aðgerðir. Það voru önnur sveitarfélög sem fór í þannig aðgerðir. Juku rosalega álögur á þennan hóp. Þannig að þetta er það sem ég horfi á þegar ég tala um hið opinbera. Og ríki og sveitarfélög áttu líka að taka ábyrgð á húsnæðismálum. Og þar eru við, VR og samtök iðnaðarins búin að taka höndum saman og reyna að keyra á að vera alvöru þrýstefni þessu málaflokki. Þar skorti verulega aðgerðir. Síðan er að hitta þegar spyrleikum fyrirtækin. Þau hafa ekki staðið við sinn enda. Og það eru fyrirtæki í Íslandi sem hækka verð vegna þess að þau geti ekki annað. Bara, það er samblanda innflutningsverði og gengi og launum og bara alls konar hlutum og þau geti ekki annað. En það eru stór fyrirtæki á Íslandi sem ráða mjög miklum verðlagningu sem hækka verð einfaldlega vegna þess að þau geta það. Og þetta er það sem kallað hagnaðardrifin verðbólga, greedflation, og er bara að verða alvarlegra vandamál og mun verða það í olíukrísinu sem er framöndan. Þannig að þarna verður einhvern veginn að finna einhver sterkari stýritæki heldur en bara við sem einhver en hafa eftirlit og benda á að sé verið að hækka mikið. En þess að það sem er að hækka, það er vörurnar það sem er fákeppni. Þær eru að hækka mest, innlend vara er að hækka mest. En ég sé fullt, ég bara veit hlaðborða aðgerðum sem var hægt að gera ef við myndum fara í þetta samstilta átak verðin að ná þessu niður. Sem að myndu kannski hjálpa okkur í verkalýðshreyfingunni að fara til okkar fólks og segja ömurlegt, þú veist, þetta er búin að glötu 2 ár, reynda 3 og þú tökur hávaxtastefnun allavega aftur og verðbólguna. En nú ætlum við að reyna þetta. Ég held að það sé kannski eitt í þessu sem bara kannski er verðt að hefa og eins og bara vilja koma inn á og Halla er að segja hér líka þetta er hagstjórnin í heild sem við þurfum að skoða og hvernig náum við utan hagkerfið. Það má samt ekki gleyma því þegar verið að lýsa vonbrigðum með síðustu kjarasamninga að við vorum í við vorum að koma niður úr ykkur 8% af verðbólgu, 7-8% af verðbólgu á þeim tíma sem sá kjarasamningur gerður og það er alveg rétt sem verkalýðshreyfingin hefur sagt. Það fól í sér verulega mikla áhættu að semja það lægri prósentu og krónutölubreytingar heldur en líðandi taktur verðbólgu hefði krafist. En það má eins og líka alveg segja að það tókst þó að þýlitinu til að kjarasamningarnir hafa skilað kaupmáttaraukningu heilt yfir í gegnum tímabilið og hvað mestri til lægsta tekjuhöndans. Þannig að það kannski, þar getum við dregið eitthvað lærdóm.
aðferðarfræðin virkaði þó hún ekki kannski náð þeim árangur sem eftir var sóst. Við vildum komast lengra. En eini gallinn þarna húsnæðiskostnaðurinn. Þú veist, það svo erfitt að taka bara, þú veist, laun fólks mínus verðbólga ef að þú ert síðan með bara eitthvað hæsta raunstýrivaxtastig sem getur og ert með vextina svona rosalega háa og náttúrulega allt verðtryggt í drasl. Bara landið bara verðtryggt. Bara allt sem við erum að borga, bara allt verðtryggt nema launin. Og núna fer að hækka og úr út þessu stríði í Íran, þá bara fólk sem býr bara hérna í Holtólum og skuldar íbúðinu sinni, að þá út af þessu eina máli að þá hækkar sko verðtryggða lánið langt frá það sem að þau gátt ekki. Þess vegna á lykil markmið kjarasamninga á öllum tímum að vera að halda verðbólgu og vöxtum eins mikið niður og við getum og við þurfum þetta líka, við fáum alltaf ykkur svona ytri sjokka og okkur sem betur fyrir eru þau samt ekki ráðandi. Yfirleitt eru að glíma við heimabúin vanda en hann getur líka verið fjölþættur svo halla kemur inn á húsnæðismarkaðin eru þetta að valda okkur vanda. Skipulagsferðlar eru allt of tafsamir, lóðaframbúð er ekki nægt og það þarf auðvitað að tryggja að það sé verið að byggja nægilega mikið og líka þá nægilega mikið því húsnæði sem er raunverulega vantar inn á markaðinn og þar hefur við fundið mikinn samhljóm með VFR og verkalýðshreyfingunni heilt yfir og ég held að það sé mjög margt sem við getum gert þarna og það er alveg hárrétt sem að hér er nefnt við þurfum að skoða til dæmis þá löggjöf sem snýr að þessum þá einokunar fyrirtækjum sem eru eins og veitur og hitaveita og rafmagn í dreifi kostnaði sem að undir opinberu verðlagseftirliti og hvernig stendur á því að svona miklum hækkunum hleyptar í gagnrýni lausn. Að því virðist þessu í tilfelli Veitna bara til þess að geta greitt eiganda sínum hærri arðgreiðslu. Og við sjáum, fyrir ekki. Það bara, maður sér engin rök hníga því í kostnaði sem ekki hefði verið þetta snúa sér tilbaka til viðkomandi félag og þið getið sýnt meira aðhald í ykkar rekstri. Það það sem að samkeppnisrekstur þarf að gera við slíkar kringumstæður, þeir þurfi bara einfaldlega að hæra það. En í stað er 20% hækkunum hleypt í gegn sem að fólk að finna alveg verulega fyrir og auðvitað hljóttum við að þurfa að horfa hvernig stokkum við þetta upp. Og það auðvitað þannig að þegar svona hækkanir fá að fara í gegn og það sé ekki einhver sem segir, heyrðu, bíðið nú hæg, að þá koma í kjölfarið svokölluð annarstigs áhrif. Því þá eru fyrirtæki aðrir sem sjá að þeirra kostnaður er að hækka og nýta þá ferðina og hugsa, heyrðu, býtu hvað er að gerast hérna og líta á verðbólguvæntingar og hvernig þetta er og hækka þá í kjölfarið. Þannig að það er svo mikilvægt að kjölfesta hagstjórnar að hún sé öflug og sterk til þess að lenda ekki því sem vantar verulega upp á núna til þess að lenda ekki í því sem við erum að gera því að það er líka sérstakt áhugamál hjá mér, það er auðvitað húsnæðismarkaðurinn vegna þess að hann auðvitað ákvarðar lífskjör fólks. Bara, þetta á ekki vera þannig að þú sért heppin að komast inn á markaðin á réttum tíma sem hefur verið allt of mikið og ég myndi segja að þegar búið að ná tökum á verðbólgunni og mögulega samhliða því, þá þarf að fara í miklu róttækari breytingar en við höfum verið. Við erum til að mynda ríki eða land, þar sem er nóg land. Af hverju er það þannig að bara áður en að það er byrjað áður en að búa að afhenda lóðina, að þetta hleypur á milljónum og aftur milljónum. Ég held að eina leiðin. Já, ég meina, ég ætla ekki að fara út í það nákvæmlega. Það sem ég bara segi, það er ekki rétt gefið í þessum efnum og það er hægt að fara í miklu fjölbreyttari úrræði til þess að ná tökum á þetta og þetta er allt nota bene á framboðsliðinni og þarna verða allir lykilaðirar að taka höndum saman vegna þess að eitt af því það er mjög áhugaverð bók sem heitir, ég ætla að segja einsku, The Land Trap sem bara fjallar samfélög sem hafa einhvern veginn farið alveg ofboðslega þéttingu og bara það sem íbúðaverð, þetta er bara mörgum borgum í Asíu og líka í þessum fjölmennustu borgum í Bandaríkjónum, að ef þau einhvern veginn huga ekki að því að passa upp á þetta framboð og þetta sé viðráðanlegt, þá fer þetta að hafa lýðfræðilegar breytingar á samfélög. Hvað á ég við? Jú, það bara fæðast færri börn vegna þess að ungt fólk er lengur heima hjá sér að það er svo erfitt að taka þetta fyrsta skref
og þau talið að ein mesta krísa sem Japanir og Kóreumenn eru að horfa upp á, uppruni þessa vanda er líklega í þessum megaborgum sem þeir hafa verið að fjárfesta í og að því að land er svo ofboðslega dýrt. Og við erum hér einhvern veginn búin að vera sem afsprengi þessari ofboðslegu að mínum mati þéttingastefnu borgarinnar. Þetta er alltaf svo dýrt og svo erum við með hávaxtastefnuna sem við vorum farin að sjá að myndi lækka. Allt þetta saman þetta býr til þannig einhvern veginn kokteil að fólk einhvern veginn verður þá frákvært því að fjárfesta í húsnæði og það kemur hik á. Svo ætla ég að nefna eitt sem við hefum ekki nefnt. Það þarf að taka alla óvissu, reyna að minnka óvissu þegar hagstjórnin er svona. Eitt stór þáttur þar er þjóðaratkvæðagreiðslan sem á að halda 29. ágúst. Hún auðvitað býr til líka þannig að það sem gerist eins og varði ákveðna lykil útflutningsgreinar þjóðarbúsins. Hvað myndu þið gera núna? Væru þið einhvern veginn að hugsa það að þið ætlaði að fara í ákveðnar fjárfestingar þegar það er mikil óvissa þarna. Þannig að ég segi bara einhvern veginn, mín ráð eru bara, þau eru mjög einföld. Það er bara ná tökum á verðbólgunni, fara í róttækar aðgerðir á húsnæðismarkaðunum og láta þetta ganga vegna þess að við höfum allar forsendur og svo er þetta líka með heilbrigðiskerfi, þetta er alveg gríðarlega mikilvægt. En í stað þess einhvern veginn erum við komin einhvern veginn þjóðin alveg ég meina þið bara sjáu hvernig umræðan er í sambandi við Evrópusambandið. Og þar þarf alveg klárlega góða staðrindavakt og annað slíkt. En ég segi bara, þú veist, verkefnið, bara eins og maður segir stundum, bara, það er bara, þú hefur eitt verkefni, forsætisráðherra, og það er að vinna að því að ná þessari verðbólgu niður. Bara, ertu bara vinsalast tilbúin til þess að einbeita þér að því? Já, heyrðu, Lilja, ég ætla að biðja að færa flöskun yfir til þeirra. Ég sé að Þorsteinn voru einn vasslurs. Alveg að skella hérna. Er þetta eitthvað smá löggestur hérna? Er ekki lausnin Evrópusambandið? Ekki hjá Lilju, hún vil það ekki. Ég er búin að heyra það. Ég er alveg til í að tala, ég skal fara út í það. Nei, ég segi þú sér ekki vona glættum það. Í mínum huga er það líka, ég menna þetta er bara þannig í mínum huga að ég tel að svo hagstjórn sé best þegar ákvarðanir eru tekna sem næst fólkinu í landinu. Og við erum með auðlindahagkerfi og ég ætla bara að taka það fram, ég hef ekkert á móti Evrópusambandinu. Ég vil bara ekki að Ísland verði aðili að Evrópusambandinu. En þið, Halla? Nei, byrjað þú. Þetta er einföld spurning, já eða nei? Já eða nei. Nei. Vandir ennú kannski einmitt að hún er ekkert sérstaklega einföld. Það er að segja, það eru augljósir kostir og það eru augljósir gallar sem ég aðeins myndu felast og auðvitað á endanum það er almenningur bara að gera það upp þessu hvort hann telji þá kostina yfirvega gallana eða öfugt. Ég hef sjálfur verið það sem ég hef kallaði evrusinni. Ég bara... Já, þú varst ráðherra í Viðreisn. Ég var alltaf ráðherra hjá Viðreisn, og þetta sem slíkur myndi ég segja hallast undir það að skoða þennan möguleika en ég þá fyrst og fremst horft á það út frá gjaldmiðli. Það er bara alveg klárt, við munum alltaf greiða verð fyrir sjálfstæðan gjaldmiðil eins og við erum með. Við erum með vaxtamun, þrálátan við útlönd sem mun alltaf fylgja þessum gjaldmiðli. Svo geta hagfræðingar væntanlega endalaust rifist um það hvort að kosturinn við það að gjaldmiðillinn geti þá fallið þegar við lendum í alvarlegum krísum yfirvegi þennan árlega kostnað sem að myndinni mun alltaf fylgja. Það er síðan, og við getum margt gert í okkar eigin hagstjórn til þess að lækkan en hann mun alltaf verða allan okkur. Við hjá samtökunum höfum sagt bara mjög skýrt, við tökum ekki afstöðu til viðræðnanna sem slíkar, þetta er pólitísk spurning, þessu beint til almennings. Ég hef búin að svara í hverjum minn hugur liggur. Ég hef talið alveg klálega kost að skoða möguleika með upptöku myntar og væntanlega er þetta eini raunhæfi möguleikin. Að gjaldmiðli gæti hrunið. Nú eigum við bara risa stóran gjaldeyrisvaraforða til að grípa inn í svona aðgerðum. Og það er bara mjög ánægilegt að sjá að
krónan ekki að hefða sér lengur eins og hún gerði oft áður. Hún hefur reynst mun sterkari, seigari getum við sagt og það er bara frábæra við að horfa á hagkerfið í dag til þess að maður ber saman við þú veist fyrir hrun. Við erum með tækni og hugverkagreinar sem orðnar hér jafnstórar, lítilega stærri heldur en sjávarútvegur í útflutningstekjum sem bara algjörlega ný þróun getum við sagt á síðustu bara 10-15 árum. Við erum með ferðaþjónustu sem hefur náttúrulega skotið hér líka. Við erum komið með þá 2 nýjar stoðir undir gjaldmiðilinn í gjaldeyrisöflun sem frábært og ég held að það sé alveg ljóst að við erum í raun og veru getum lifa við mun hærra raungengi sem skemmtilega hagfræði hugtak heldur en við áður gátum. Gjaldmiðillinn fellur ekki jafn auðveldlega sem bara sem undirbyggir bara betri lífskjör fyrir okkur öll og frábært. Þannig að það þetta bara mjög ánægjulegt að sjá. Ég segi hins vegar bara gagnvart umræðin aðild, ekki aðild þjóðaratkvæðagreiðslu í haust. Mér finnst aðalatriði vera þau vandamál sem við erum að glíma við í núinu og þetta yfirlýst pólitísk stefna þessari ríkisstjórnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram en ég vona og bara við gerum kröfu það að fókusun sé samt sem að það alveg skýr á þeim aðgerðum sem eru framundan og þeim samtölum sem þurfa að eiga sér stað við aðila vinnumarkaðarins varðandi efnahagsástandið, vaxandi atvinnuleysi og verðbólgu. Þetta eru verkefni sem skipta höfumáli núna og við þurfum að taka utan á þau og þetta eiga stjórnendalega geta ráðið við fleiri verkefni en eitt í einu. Bara þau mega ekki missa fókusin á þeim aðgerðum sem eru nauðsynlegar núna til þess að taka á þeim vandamálum sem við stöndum fram fyrir. Ég tek undir þetta síðasta að þetta eru stóru verkefnin sem eru framöndan og ég veit ekki alveg, ég satt á fundi með kjaramálanefnd VR þegar fréttin þjóðaratkvæðagreiðslunni kom og þetta var akkurat fundir þar sem við vorum að fara yfir verðbólguspán okkar og kíkja á alla vísana og það var svona að renna upp fyrir hópnum að við værum líklega að fara að vera með lausa kjarasamninga í haust og einmitt að hvort að það ágústmælingin kemur daginn áður en þessi atkvæðagreiðsla boðuð, henni okkur brá smáðu tímasetninguna því við höfum bara byttið okkur við erum að fara þá í þessa stóru umræðu samhliða þessu. Sjálfur er ég ekki mótfallin þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ég vildi óska hún hefði bara farið fram árið 2009 og það hefði verið eitthvað umboð fyrir þeirri vegferð sem var farin þá og ég held að það hefði verið bara mjög gott og bara fínt að fá einhvern veginn úr þessu skorið. Við gerðum könnun inn í VR og VR er náttúrulega svona endurspeglar dálítið þjóðina og það er hnífjamt stuðningur og andstaða. Við aðild eða atkvæðagreiðsluna núna? Aðildina. Við atkvæðagreiðsluna örlítið meiri stuðningur. Ég bjóst að munurinn er meiri en svo eru þau greinlega aðeins með þýraliði því að það er það hækkar svolítið þegar að spurt annan gjaldmiðil sem ég svo sem er svolítið skrítin spurninga því að hvað þýðir það skilji en þegar við horfum á gjaldmiðilsmál út frá bara ef ég horfi bara á það reynd út frá hagsmuni launafólks þá hugsa maður auðvitað það sem að getur komið með öðrum gjaldmiðli væri þú veist, önnur það væri meiri samkeppni, fyrirtæki sem enga koma, þú veist, fullt af svona jákvæðan hlutum. Óttin eru auðvitað alltaf atvinnuleysi, að þú takir skellin út í gegnum atvinnuleysi og það er þetta lága atvinnuleysi sem við höfum alla jafna búið við á Íslandi er ofboðslega dýrmætt. Þannig að það er eitthvað sem skiptir okkur miklu máli. Það er aftur, það komið aftur á vinnumarkanum að ég held bara einmitt með með góðri samvinnu á vinnumarkaði þá getum við hvort sem er í fastgengistefnu eða flotgengistefnu viðhaldið hér öflugri kaupmáttaraukningu og þeirri verðmætasköpun sem við höfum búið við miklu lægra vaxtastig og verðbólgustig heldur en við höfum vanist og þá haldið atvinnustiginu mjög háu. Þannig að við getum verið betri en allir aðrir. Við getum verið betri en allir aðrir. Það sem aðstæður atvinnuleysi hana. Ég held að auðvitað bara í því felst ekkert stærleiti. Við erum lítil þjóð í stóru landi sem eigum gnótt auðlind. Okkur hefur tekist að spila mörguleiti vel úr því sem við höfum haft á milli handana. Við sjáum bara í tækni og hugverkageiranum hvað við eigum bara frábæra frumkvöðla, öflugt hugvit, þetta er frjóhugsun sem hefur notið sín í þeim tækifærum sem þarna hafa skapast og mér hefði ekki órað fyrir því fyrir 2 áratugum síðan að við værum komið með tækni og hugverkagreina sem eina bara stærstu útflutningsstöðuna hér og þar sem er alltaf frábæra við hana,
hún hefur engin takmörk, það ekki gengið of mikið á neinar auðlindir eða nokkuð skapað hlut, við getum vaxið eins mikið og huganlistir í þeim greinum. Þannig að ég að því litinu til hef ég bara mjög mikla trú á bjartri framtíð okkar hér áfram og við auðvitað bara þurfum sem bara sko, við erum frábær þjóð þegar kemur að áföllum. Ef það gís, ef COVID, einhver skellur þegar að takast á við alvarlega efnahagskrísur, við brettum upp ermar og göngum í verkin. Við mættum alveg vera betri í samtalinu þess á milli. Það er svona aðeins að vanda okkur í minna rifrildi og meiri samhljóm. Lilja, eftir var sem formaður Framsóknarflokksins, sá eitt þitt fyrsta verk, það var að setja keppinu þínum embættið Ingibjörgu Isaksen af sem þingflokksformaður. Og tæmd. Þetta auðvitað þannig að það kemur tillaga fyrir þingflokkinn og það eru svolítið breyttar áherslur í Framsókn. Við erum að leggja meiri áherslu á efnahagsmálin, við erum að leggja meiri áherslu á Evrópusambandið, það er að segja, við erum ekki hlynnt þessari vegferð sem ríkisstjórnin er í. Og það er auðvitað þannig að þá hefur, sem sagt, það er komið nýr þingflokksformaður sem heitir Stefán Vagn Stefánsson og við erum mjög samstíga í þessari nálgun og þannig að það var bara tekin ákvörðun það af þingflokknum og auðvitað, ég skal bara alveg vera hreinskil, þetta er alltaf flókið, það er alltaf flókið að fara í svona en við erum núna í margra ára vegferð, þetta er ekki vegferð sem, það er ekki verið að tjalda til einna nætur, ég meina við þurfum að endurnýja erindi okkar, við þurfum að endurnýja erindið okkar til að mynda, við erum miðjuflokkur, við erum róttækur umbótaflokkur og róttækur umbótaflokkur, hann verður auðvitað að tala fyrir hugmyndum sem aðrir eru að líta á sem þeir telja að það sé skipti máli og ég nefni það bara til að mynda, við erum að koma með núna inn í umræðuna svo kallega verðbólgu síu sem við erum að vonast til þess að stjórnvöld horfi á og breyti út frá því að það sé ekki verið að taka ákvarðanir sem tengjast efnahagsmálum og það sé verðbólgu hvetjandi. Við munum fara mjög sterkt inn í húsnæðismarkaðin. Þar verð ég með hópa mjög öflugu ungu framsóknarfólki sem við viljum gera svo kallaðan lífskjara sáttmála fyrir ungt fólk sem við erum þegar byrjuð að undirbúa fyrir næstu kosningar. En mér langar kannski aðeins að, þannig að þú veist, það þurft að gera ákveðna breytingar út af þessari vegferð sem við erum í. En mér langar kannski aðeins að fá að nefna það sem Þorsteinn var að fara yfir. Það er þessi samsetning og hvernig hagkerfið okkar hefur að þróast. Ég held ég geti fullyrst að það sé ekkert annað hagkerfi sem hafi náð á jafn stuttum tíma að koma með svona fjölbreyttar nýjar útflutningsstoðir. Það er mjög flókið að því að útflutningsgreinar eru auðvitað í samkeppni við allan heiminn. Að það að við séum með í raun og veru komið 4 nokkuð sterkar stoðir, það eru auðvitað sjávarútvegurinn, það eru orkan og hvernig við flytjum hana út og svo er það ferðaþjónustan hátækni geiranir. Þetta hefur okkur tekist þrátt fyrir krónuna. Og margir hafa talað krónuna og ég meina ótrúlegasta fólk kemur í viðtöl og segir að við þurfum bara að ná meiri gengistöðuleika. Meðan staðreyndin er svo að alveg frá svona cirka 2018 þá hefur bara krónan verið býsna stöðug. Hún hefur verið stöðugri en margir aðrir gjaldmiðlar. Er krónan gallalaus? Nei, hún er það ekki. Eru kostir við að tilheyra stærra myntsvæði? Það getur vel verið. En það sem verður þá að gera, við verðum að fara í alvöru greiningu á því hver er þá fórnarkostnaðurinn við að taka upp evru. Ég hef alltaf verið mjög skeptísk á fastgengisstefnu, flotgengi, ég er kannski komin í flotgengi þar að segja að þú ert með þá gjaldmiðil sem verðið á honum ræðist á markaði vegna þess að þú þarft flest öll svona fastgengis myntráð og annað slíkt það hefur þegar það reynir á það til að mynda í nefni ríki eins og Argentínu og fleiri að þá hefur það bara ekki gengið upp. Þá hafa venjulega gjaldeyrisforðanir ekki verið nægilega stórir og svo óbúslega miklu kosta til. Það sem ég er bara að benda á er að það er ástæði fyrir því að hér hefur verðmætasköpun verið mikil.
Það er ástæði fyrir því að við skipum fyrsta sætið á lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna. Og við getum alltaf gert betur, en horfum á það hvernig við höfum náð árangri. Og ég þess sannfærð Sigurjón, að þetta snýra svoköllu eignarhaldi á þeim ákvörðunum sem eru teknar varðandi þitt nærumhverfi. Það sem að gerast í Evrópusambandinu núna, og það ekki hægt að horfa fram hjá því, hvort sem það Draghi skýrslan sem gefur í raun og veru verðmæta sköpun í Evrópu hálfgerða fallengun. Það komið yfir 140 tillögur það hvernig ætti að bæta umhverfið. Það búið að hrinda held í framkvæmt hvort það sé einhverjir tugi. Næst kemur Letta skýrslan sem segir nákvæmlega það sama. Og núna í síðustu viku segir fyrir mig yfirmaðurinn minn, Kristína Lagarde, sem seðlabankastjóri Evrópu, hún segir bara, heyrðu þið krakkar, því við bara verðum að taka okkur hérna á ef við ætlum að standa okkur í samkeppninni við Bandaríkin, við Kína. Akkur eru við þá þegar við erum búin að ná þessum hagvexti og sem alveg ótrúlega hvernig talað hagvöxt hjá ríkisstjórninni. Það einhvern veginn alltaf verið að tala hagvöxt á per mann, meðan þau hljóta að vita það bara til að mynda að tölur mannfjölda á Íslandi eru bara ekki í lagi vegna þess að við erum mjög sniðu í að telja fólki sem kemur inn en svo bara heill hellingu sem að fara út þannig að nefnarinn ekki í lagi. Ég ætla ekki að, þú veist, þetta orðið svona eitthvað pínuflóki hérna hjá mér en það sem ég bara að segja og okkur hefur tekist að búa hér til mjög góð lífskjör og við höfum gert það á eigin dugnaði og með því að vera framsýn og bæta hagkerfið okkar. Ég ætla að segja það sko, ég ólst upp í fátækt og ég þoli ekki á Íslandi sér til fátækt fólk og það staðrind. Já og ég held að það verkefnið og ég alveg sammálaður, ég held að við flest þekkjum það. Ég og foreldrar sem ólust líka þannig upp og mér finnst maður stundum vera, maður bara þekkir það, hvernig maður var alin upp. Þetta var ekkert grín hvernig þetta var fyrir þessar kynslóðir og ég held að, og það sem ég ánað mig, ég ætla bara að hæla verkalýðshreyfingunni fyrir eitt. Ég get alveg hælt henni fyrir margt, en eitt af því sem mér hefur þótt gott að þessi hópar, þar sem kjörin eru verst, að verkalýðshreyfingin hefur tekið vel utan það fólk og það vel. Og það ég vil horfa meira til þessa sem nýr formaður Framsóknarflokksins. Já, klukkutíminn okkar liðin, þetta ekki bara búið ágætt? Ekki. Þorsteinn, þú ert að fara í iðnaðarstörf. Þetta er ólaunuð iðnaðarstörf, við förum látt með það, ég ekki faglegarður í því sem ég að fara að gera. Sko. Nei, þú ert bara að hjálpa til. Ég er bara að hjálpa til. Hvað er þetta að fara að gera? Gaman að geta, með 2 dætur í Fossvoginum sem eru búnir að vera að taka íbúður í gegn, þannig að ég er að fara í klósettskipti á eftir og svo býðu mín verkefni og voru að klára pall hjá henni, þannig að það er gaman að þessu. Ég þakka ykkur. Takk fyrir. Lilja, Halla og Þorsteinn. Og hér eftir augnablik þá kemur til mig Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgun verða hlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Tísku drottningar og kóngar takið eftir. Útsölumarkaður vorstjörnunar verður frá klukkan 13 til 16 alla laugardaga og sunnudaga út mars. Allt á að seljast, ótrúlegt úrval og ótrúleg verð.
Klæddu þig upp. Vorstjarnan, Bolholti 6, vorstjarnan.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.